Já, komið þið sæl í svart og hvítt. Uh, já, ætti ég ekki að vera voðalega glaður núna og kátur yfir því að hafa tekið Karabakh 6-1. Jú, maður ætti nú að halda það, en ég er nú ekki alveg samt sáttur við liðið þrátt fyrir að við höfum valtað yfir þá. Ég meina, ef ég man rétt að þá var Liverpool tók á líka held ég 6-1 ef ég fer með rétt mál 6-1 eða 6-0. Ég hefði viljað sjá miklu meira á með bara í hvernig formi þeir voru. Þeir bara mætti ekki til leiks. Það var ekkert flókið. Þegar leikurinn byrjaði, bara rétt áður að leikurinn byrjaði, ég var að sjá uppstillinguna á liðinu og fyrsta sem ég gagnrýndi var Gordon á toppnum. Þetta var hlutur sem hefur aldrei virkað, en áfram reynir hann samt. Ég þurfti að éta það ofan í mig sem er bara flott. Ég meina, drengurinn skorar þarna á 3. mínútu sem er bara geggjað. Þetta var vel gert, hann er fljótur og að sérstaklega á móti svona liði þá náttúrulega virkar þetta mjög vel. Þannig að þetta hafi verið með það á hreinu. Gordon var mjög flottur í leiknum í fyrri hálfleik. Skulum bara hafa alveg á hreinu. Í fyrri hálfleik var hann bara mjög fínn. Hann vildi skora, hann vildi fá boltann, hann vildi spila með það og þetta var bara, já, hann var bara viljugur og þetta var bara mjög flott að sjá. Fyrra víti sem hann tók, mér fannst það ekki vera víti. Ég var ósammála þessari niðurstöðu. En það var vítaspyrna og allt er góð með það. Ég meina, við fengum mark út á það og allt í lagi. Og svo seinni vítaspyrnan, Gordon átti aldrei að taka þessa vítaspyrnu. En það sást það líka bara á Trippier. Trippier var brjálaður út í hann, sko. Og þetta er stórfurðulegt að maðurinn skuli gera þetta. Hann er komið með þrennu og þú veist, og til hvers? Og af hverju ekki leyfa öðrum að njóta? Ég meina, þetta er fáránlegt. Jú, þetta náttúrulega lítur út fyrir það að hann er gráðugur, sem þýðir það að hann vill skora og við fagna því alveg, en svona lagað bara sýnir bara hvernig hann er. Það er bara, hann er ekki team player. Og síðast þegar ég vissi að þá voru við ekkert sérlega hrifnir af leikmönnum sem voru ekki team playerar, sko. Ég veit ekki alveg hvað þetta sér við hann, en svona er þetta bara fór þannig og sjálfur hefði ég viljað sjá Gordon vera tekinn út af í fyrri hálfleiknum, bara leið að koma með þrennuna, bara út með hann. Það hefði verið mín skoðun á málinu, sko. Ég hefði tekið hann út af strax. Það var engin þörf á honum að inn á, engin. Komum 3-0 yfir. Já, það var engin þörf á því. Bara, þetta var bara, hvað segir maður, money in the bag, raun og veru. Og þannig að ég hefði bara tekið hann út af. Hver hefði náttúrulega ekki séð það fyrir að við náttúrulega tökum 3-faldar skiptingu hérna á 67. mínútu. 6-7, auðvitað, Eddie Howe, typist og ekkert fyrirsjáanlegt við það. Nei. Það sem kom mér á óvart var það að hann tók Gordon út af. Ég held að hann myndi ekki gera það. Það var svona á með hvernig hann er, sko. Þá held ég að hann myndi ekki gera það. En hann gerði það og hélt Voldemati inn á sem að hefði raun og veru átt að vera komið með mark því að hann hefði væntanlega átt að taka vítaspyrnuna sem að seinni vítaspyrnuna. En ég meina ég ræði ekki en þetta er stórfurðulegt, bara verð ég að segja. Hvað getum við sagt liðið okkar þegar að kapteinninn liðinu ræður ekki hvað er að gerast á vellinum? Það er ekki góðsviti. Það er bara hreint og klárt mál. Það er eitthvað slæmt að gerast inn í liðinu. Það er alltaf mjög
slæm vísbending þegar að kapteinninn ræður ekki því sem að gerast. Stórfurðulegt. Trippier fínn einmitt í svona leiki. Hann stóð sér mjög vel í þessu leik. Ég hef ekkert út á hann að setja. Mér finnst hann flottur, en hann bara fínn í þessa leiki. Leið og konir leikmenn sem eru hraðir, þá á Trippier ekki að spila. Það er bara ekkert flókið við það. Frekar að nota Alex Murphy eða einhvern. Mér er alveg sama hver það skiptir engu máli. Bara ekki Trippier. En Eddie Howe náttúrulega velur hann alltaf, þannig að það skiptir engu máli hvað við segjum það. Willock, hann bara sást ekki í mynd fyrir en á 3050 mínútu. Það var ekki hægt að finna hann bara var hvergi. Sá hann ekki vinna án bolta, með bolta, það var ekki margt tækifæri, var ekki neins staðar. Hann var bara ekki á svæðinu, sko. Hann kom aðeins í mynd þarna á svona sirka bát 37. mínútu, kom aðeins í mynd og þá var hann að berjast við boltann við hliðarlínu. Vann hann ekki samt, en já. Svo sá ég ekkert meira á honum bara fyrir en að hún var skipt út af, eiginlega. Segi það nú ekki, hann var eitthvað aðeins þarna í restina á fyrir hálfleiknum, þá var hann eitthvað aðeins í restina þarna í mynd. Það var eitthvað í baráttu þarna, en ótrúlega lítið hægt að sjá að manninum. Auðvitað fengum við okkur mark, auðvitað. Og á móti liði eins og Karabakh, sko, þetta var bara, já, í alvörinu tala, þú veist. Mér langaði einmitt til að tala svolítið það. Ég finnst það svolítið skrítið. Í stöðunni 2-0 var alveg ofboðslega skrítið, ekki skrítið, það voru ógeðslega fyndið að sjá hvernig við höguðum okkur þegar við vorum komin 2-0 yfir. Við byrjuðum á því að bakka og byrjuðum á því að pakka í vörn og ætluðum að beita skyndisóknum. Þetta er stóri hluturinn af því af hverju ég fíla ekki Eddie Howe. Það er bara út af því. Þetta er bara vegna þess að í hver skipti sem liðið okkar kemst yfir að þá eru bara fyrirmæli af bekknum að pakka í vörn. Eins og að þeir eru rosalega góður í því að halda hreinu. Sem við erum ekki. Við erum bara skelfilegir í því. Fáum alltaf á okkur mörg. Þetta er bara, já. Í stöðunni 5-0 að fá á sig mark. Þú ert raun og veru bara að bjóða hættunni heim. Það er ekkert flókið, sko. Og þetta sást út gegnum gangandi út seinni hálfleikinn. Þar sem að við fórum í sókn og þegar að það kemur markspyrna eða þeir vinna boltan, aukaspyrnu eða eitthvað og þeir byrja að spila boltanum, þá hörfum við tilbaka. Það var engin pressa, ekki neitt. Það var bara allt bakkað, tilbaka. Og þetta er það sem að færa okkur til að tapa stigum á móti betri liðum. Ég tek ekkert af Karabakh, menn þetta er fyrsta skipti sem þeir komast áfram svona langt í meistaradeildinni og þeir mega bara vera stoltir af því. Ég er náttúrulega stóri ef að það að þeir ná að vinna upp þessi 5 marka forskot sem við höfum á þá. En ef að Eddie Howe spilar ekki unglingunum sínum í næsta leik, þá finnst mér bara heimskulegt að maðurinn geti kallað sér þjálfara. Það er bara ekkert flókið, sko. Það er bara, þannig erum 5 marka, búða og bara skelltu inn varamönnunum þínum. Ekki láta byrjunarliðsmennina spila. Ég er að tala taktu þá alla út. Nema, alla. Bara hvern og einn einasta. Þú veist ekki skilja neitt eftir. Þú getur spilað Willock. Hann getur ekki talist sem fyrsta liðsmaður. Þannig að, já.
það væri mín skoðun á næsta leik. Það væri, ekki næsta leik, heldur næsta leik á móti þeim á heimavelli. Bara spila krökkunum. Þú veist, nota Suður Kóreumannin til dæmis. Hvar var hann? Hvar er hann eiginlega? Hann bara hverfur, hann er bara horfinn. Hann kemur öðru hverju fyrir og svo er það bara búið mál og við sjáum ekkert meira á hann. Leikurinn heilt yfir náttúrulega endaði rosalega flott, maður gat haft gaman að þessu, marka súpa, en svona heilt yfir, já, þeir stóðu sér fínt. Nú það var ekki þetta að dæma Pope neitt, ég meina, þú veist, jú, hann fekk á sig mark sem að meikaði náttúrulega bara engan sens, en já, hann náttúrulega hafði ekkert að gera í öllum leiknum, þannig að það var kannski ekki þetta að bleima hann þannig séð, hann var bara ekki, hann var bara svo spýtugat, hann gæti ekki hreyft sig, en ekki eins og það sé eitthvað nýtt, en svona er þetta bara. En ég gleym ykkur, Malik Tjá, flottur, mark geggjaður, Börn stóð sér fínt, Hall var bara mjög fínt, hann mætti vera meira þessum hlaupum hans í þessum leik, en þurfti þess ekkert, þannig að þetta var ekkert neitt úper. Barnes var bara svona la. Wolde Mati var flottur í 10-unni, mér finnst geggja gaman að sjá hann. Og á móti svona, þú veist, mediocre miðjumönnum þá var hann bara feiknaður góður. Og dómarinn dæmdi actually á þegar hann var brotið á honum, sem var mjög áhugavert. Það sér maður vanalega ekki. Joe Linton fekk að koma inn á. Gaman að sjá það. Það sem þýðir að hann gæti jafnvel verið klár í næsta leik. Það væri mjög gaman. Og já, ég held að ég sé bara tæmdur. Það ekki. Ég nefnir náttúrulega ekki Gordon. Þannig að við veitum alveg hvað mér finnst hann. En 4 mörk frá honum kom með, ef ég man rétt, þá var hann kom með 10 mörk í 9 leikjum held ég. Það er bara mjög góður árangur myndi ég segja, en samt svona frekja er bara ekki ásættanleg myndi ég segja, eins og þessi að taka fjórða markið, þannig að þessast aðra seinni vítaspyrnuna. Já, er það ekki? Maður leiksins. Ég veit það ekki. Maður leiksins. Þetta allir öskara núna og bara, það er náttúrulega Gordon, auðvitað er það Gordon með 4 mörk. Ég var, nei, Gordon var ekki maður leiksins. Get ekki alveg sagt það. Ég ætla að segja Börn. Með stóðsetningu, reynda Wolde Mati líka, hann stóðsetningur rosalega vel líka. Börn og Wolde Mati, þeir verður sama með þetta. Ég myndi segja að þeir hefðu verið bestur leikmennir á vellinu. Tony Ali var svona, hann var lala, hann var öflugur á tíma, en svo var bara eins og hann væri búinn. En bara, já, það held ég. Ég sé ykkur bara aftur eftir City-leikinn og takk fyrir mig í bili.